Við tveir. Verði innilega velkomin í Smárakirkju í kvöld. Rosalega gaman að sjá þvílíkan fjölda sem hér samankominn. Bara yndislegt, dásamlegt. Árný svona fyrir tónleikana hafði smá áhyggjur á því varðandi mætinguna. Ég sé að áhyggjur hennar voru algjörlega ástæðulausar. Og við erum hér samankomin til þess að fagna og gleðjast því að út komin nýr diskur sem heitir Ég þarfnast þín. Og við erum hér til þess að heyra lögin af þessum disk og þetta verður yndislegt kvöld. Þannig ég hvet ykkur til þess að bara taka á móti og við munum heyra hérna í gegnum tóna og söng boðskap til Jesú, þannig að þetta er lofgjörðarstund og við ætlum að njóta þess að vera hérna saman og lyfta upp nafni Drottins. Mér langar að segja eitt. Mér er svo athyglisvert hversu margir koma þessum disk. Í byrjun ársins þá talaði Guð til mín og ég er alveg sannfærður hann gerði þetta. Og hann talaði til mín á þá leið að við hinni kristnu, við ættum að vinna meira saman. Við eigum að vera í kærleika og í einingu og í bandi friðar. Og það skiptir svo miklu máli. Hvernig mun heimurinn vita að við tilheyrum honum með því að við berum elsku hver til annars. Og hér erum við samankomin með þennan afrakstur. Og þetta er þvílík blessun fyrir Guðs ríkið. Og mér finnst svo magnað með þessa konu hérna, þessa framtakssömu glæsilegu konu sem er nýorðin 60, hún var 60, hún er 60. Árný, viltu standa upp og sýna þig? Þau eru náttúrulega þekkja þig en þvílíkt. Gullfallega kona. Mér langar að heiðra þig, góða kona. Út að þetta er svo mikið þetta er svo lítið við. Og þegar hann segir farð og gerð eitthvað, þá mun hann gefa okkur allt sem til þarf til þess að framkvæma það. Og hjartalagið þitt til fyrirmyndar. Þú segir Drottinn, já, þú er búin að tala. Ég ætla að fara á eftir því og ég ætla að gera. Og þetta er í rauninni svo sára einfalt. Þetta snýst að við förum út úr bátnum, út fyrir það eindaramman og leyfum Guði að vera Guð. Og við erum hér samankomin út af því hún treysti Guði, steig út á vatnið og hér erum við og getum ekki annað. Þannig að mér langar til þess að við rísum á fætur og mér langar til þess að biðja fyrir þessu kvöldi. Mér langar til þess að biðja ykkur að taka undir með mér Drottinn Jesús. Við komum fram fyrir þig hér í kvöld. Og ég þakkaði Drottinn minn fyrir hennar geisladisk sem er nú komin út. Ég þakkaði fyrir sýnina sem þú lagt innan með Árnýju, Drottinn minn, og mér langar til þess að líka Drottinn minn að blása lífi í einingu. Kærleika Drottinn minn Jesús. Við erum kannski ekki sammála alla hluti en það skiptir ekki máli, við erum sammála þig, frelsar okkar, lífgjaf okkar Drottinn minn og við gefum þér alla dýr Drottinn. Og ég bið Drottinn minn að allir þeir sem hér eru, mætti þeir snertast af þér. Minna af okkur og meira þér, Jesús. Og ég bið Drottinn minn að þinn heilagi andi mætti svífa hérna og meðal okkur og snerta sérhvert hjarta sem hér í kvöld, Drottinn minn. Gefðu það, Drottinn minn, að við mættum fara ríkar út. Meira, Drottinn minn, tilbúin að gera vilja þinn, Jesús. Og ég þakkaði, Drottinn minn, að þú hefur dáið fyrir okkur. Þú hefur risið upp, Drottinn minn, að þú hefur gefið okkur, Drottinn, líf að eilífu, Drottinn minn, í gegnum fórnadauða þinn á krossinum. Ég vil bara blessa þig hér í dag og ég þakkaði fyrir það sem að þú hefur gert fyrir okkur. Ég, Drottinn minn, vel þig og við veljum þig öll í dag og alltaf í Jesú nafni. Amen. Árný, gjörðu svo vel. Góða kvöldið, gaman að sjá svona marga hérna í kvöld, bara yndislegt. Ekki kann ég á hljóðfæri og ekki kann ég að syngja, en við erum samt að hafa tónleika af því það er fullt af öðru fólki sem kann það. Og mér langar að segja svona aðeins hvernig þessi diskur var til. Ég þarfnast þín. Það byrjar svoleiðis að fyrir 3 árum þá gerðum við Arnóli, soni minn sem er hérna, gerðum við 1 disk og fengum svona fullt af fólki úr Vestmannaeyjum til þess að syngja og hérna
Já, og svo þegar hann var búinn, bara yndisleg diskur sem verið til hérna frammi, nokkur eintök og þá það bara búið. Og eftir þennan disk þá tölum við Árnóli það að við vildum halda áfram. Og og takið nú eftir, ég var búin að hugsa að ég ætla að gera þetta svona og ég ætla að gera þetta svona. Ég var búin að fá, ég rék gistiheimili í Vestmannaeyjum og ég var búin að fá til dæmis Jökvan Færing, hann gisti alltaf hjá mig þegar hann var að koma að vinna í Eyjum, að syngja og skemmta. Og ég var búin að fá Hrein, vinnu minn, yndislegir strákar, syngja rosalega vel. Og ég var búin að fá þá að því ég ætlaði að gera næsta disk með þeim og svo fleirum. Og svo einn daginn þá fer ég í sundlaugina og Árnóli kemur með mér og við erum bara svona að slaka á. Og það fannst mér réttast að spurja Árnóla og ég segi svona við hann, heyrðu Árnóli, við liggjum hann í pottunum og ég segi Árnóli, hvað finnst þér, hvernig finnst þér að við eigum að gera næsta disk? Þá starir hann á mig og segir, horfir í augun á mér og segir, akkur er þetta að spyrja mig? Akkur spyrði ekki Guð, þú farð alltaf svör. Og vitið það, ég starði á hann, ég sagði ekki orð og ég skammaðist mín. Það var út af því ég gleymdi að biðja og tala við Guð. Það var að því að ég ætlaði að fara á stað. Ég ætlaði að gera þetta svona. Mér fannst þessi söngvarar flottir og þetta er fullt af söngurum flottum. Og ég horfði á hann og Árnóli sem ég var búin að biðja fyrir í mörg ár að hann mætti gefa Jesú í hana líf sitt. Sérst að við tölum að frelsast. Að frelsast er það sama þegar þú hleypir Jesú inn í hjartaði og segir, Drottinn minn, komdu inn í hjartað mitt og ég ætla að gefa þér líf mitt. Það er bara heiti frelsun. Og ég horfði á hann og þarna var hann bara einsás í Guði. Og mamman sem var búin að biðja í mörg ár skammaði sín hvernig strákurinn minn talaði við mig. Og ég horfði á hann, ég stóð upp, sagði ekki orð, fór í næsta pott og vildi fá að vera ein og tala við Guð. Og ég lokaði augunum, ég sagði, Drottinn fyrirgefðu að ég skyldi gleyma að biðja til þín og ég skyldi gleyma að tala við þig og spurja þig, hvernig vilt þú að ég geri þetta? Og þegar ég var búin að spurja Guð og ég fór að hlusta, þá tók það bara 2-3 mínútur. Og þá sagði hann, Árni, þú átt að sameina kirkjurnar. Og ég bara, sameina kirkjurnar? Vá, ég hafði aldrei hugsað þetta svona. Ég hafði aldrei pælt í þessu. Ég stóð upp á pottnum, fór í næsta pott og ég sagði, jæja, Árni, heyrðu, þetta er bara komið. Og hann sagði, og hvað mamma? Við höfum bara samin allar kirkjurnar. Og hann bara, ekkert nema brosið. Og þar með fórum við á stað. Við hringdum, ég held að það bara daginn eftir, við byrjum bara strax, að þið verið svolítið hraðir, sonur minn er svolítið alveg svo ég. Og við hringdum í hljómlistamenn. Og við ákveðum bara, ok, Drottinn vill sameina fólki sitt og við erum með samin þessar kirkjur. Og við fengum 9 kirkjur til þess að söngvarar og 9 kirkjum til þess að taka þátt í þessu. Við byrjuðum á því að taka þennan úr þessari kirkju, þennan úr þessari kirkju, þennan úr þessari kirkju, til þess að samin eins og Guð bað um. Og hérna eru þessi hljómlistamenn, þvílíkir snillingar. Bara, já. Bara, og hugsa ykkur, alltaf þegar Guð talar, þá opnast allt. Hafið tekið stundum eftir því, stundum þegar við erum að fara að gera eitthvað og ég fer að hlaupa og er að fara að gera eitthvað, þá bara allt lokað, allt neikvætt lokað. Var það ekki út af því við gleymdum að biðja Guð? Við gleymdum ekki að tala við Guð. Og þarna sagði Guð mér að gera þetta og ég fór á stað og Árnóli bara strax með og allir sögðu já. Allir bara já, ekki málið. Heyrðu, svo fórum við að tala við söngvarana og hann strákarnir þeir komu fyrst til Eyja og voru í 8 daga í Eyjum, í stúdíónu Island Studio Eyjum, að taka allan grunninu. Síðan, og þarna fekk maður að vita hvernig þetta er búið til, sko. Ég náttúrulega kunni ekki þetta búið þetta til.
vissi ekkert hvernig þetta færi fram. Fyrst var grunnurinn spilaður, svo komu söngvarnir og sungu onni. Síðan kom fiðlan eða þú veist þess að fínsera og gera þetta fínt og flott. Og svo hringdu við söngvarana, ekkert mál. Og allt bara gekk upp og við náðum að fá þessa kirkju sem Smárakirkja, Vestmannaeyjar, Akureyri, Betanía, Fíladelfía, Selfoss, Kirkjulækjarkot, Hjálpræðisherinn, kom 9, allir saman, yndislegt og við ætlum að bara gefa Guði dýrðina hérna. Svona var þessi diskur bara til og hérna síðan, þetta var fyrir 2 árum og þegar við erum búin að spila grunninn og hafa búin að syngja held í 1 eða 2 lög, þá gerðist það atvik að besti vinur hans Árnóla, sem upptökustjórinn, að hann dó. Hann fyrirfór sér, hann var ekki á góðum stað. Og þetta var rosalega mikið sorg og við þurftum að setja pásu. Og svo byrjuðum við aftur, maðurinn minn, hann vildi bjóða mér í óvissuferð og eins og hann gerði þegar ég var 50 og ég sagði, nei, það eitthvað sem við eigum að gera. Guðni systir sagði, eigum við ekki bara að gera eitthvað saman, maðurinn minn 60, ég sagði, nei, það eitthvað sem við eigum að gera. Svo allt innu fattaði ég það, diskurinn, heyrðu, og ég að vera 60, ég ætla sko að slá þessu saman. Þetta það sem að mér langar að gera. Og hér erum við stödd að fara að bara gefa Guði dýrðina og heiðurinn á þessu öllu. Svo annað, áður við byrjum að syngja, þá fór ég að spyrja Guð, Drottinn, hvernig eigum við svo að gera næst? Og þá segir hann, þú ert að kalla alla forstöðumenn fram. Kalla alla forstöðumenn fram þegar eiga að vera sjáanlegir. Og nú langar mér að fá alla forstöðumenn hérna fram, að þeir raði sig hérna fram. Og þeir eiga að kynna sig, hverju þeir eru. Gjörið svo vel. Og ef að einhver forstöðumaður hefur ekki komið, að þá einhverjir fyrir hönd einhvers. Guð sagði, þú ert að kalla alla forstöðumenn hérna fram og þeir eiga að vera sjáanlegir. Og ég veit ekkert af hverju. Málið bara það, Guð elskar þessa menn og elskar þetta fólk og konu líka náttúrulega. Elskar okkur öll. Og þau eru, eins og maður segir, höfuðið í þessum kirkjum og þeir þurfa að halda utanum þetta og bara, við þurfum að biðja fyrir þeim. Og það sem ég langar að gera næst, mér langar að rétta bara næsta mann mækan og hann kynni sig og segi í hvaða kirkja hann sé. Nú ef maður vill segja eitthvað þá bara gjörðu svo vel og svo látum við að rúlla og ganga á. Þegar við erum búin að þessu, að þá byrja tónleikarnir. Ok? Til hamingju með daginn. Ég heiti Magnús og kem frá Betaníu og það sem kemur upp í huga minn Salmur 133. Sjá hversu fagurt og yndislegt systkini dvelja saman, svo segir í King James í einingu. Gaman að sjá ykkur og takk fyrir að bjóða mér og til hamingju með þennan disk. Takk. Amen. Ég heiti Sigurbjörg og ég forstöðumaður hér í Smárakirkju og ég held ég láti bara gott heita. Sælverðið, Guðni Hjálmarsson heiti ég og kem frá Vestmannaeyjum og Hvítasunnu kirkjunni þar. Jesús sagði, líkami minn einn og við erum hluti af líkama Krists. Fáum að vera eitt í Kristi í kvöld og vonandi alla framtíð í Jesú nafni. Ég heiti Jóhannes Sýringsson og forstöðumaður í Kirkjulækjarkoti Fljótshlíð. Og mér langar að færa kveðjur frá Selfossi líka, frá Hvítasunnu kirkjunni þar. Það komst ekki fulltrúi þaðan. En það sem mér langar að segja til þín sem situr hér inni, þú getur líka hlusta á Guð. Hvað Guð vill segja við þig
Því að Guð hefur ákveðin verkefni fyrir þig til þess að framkvæma. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta og þora, trúa og stíga fram. Og Guð blessi Árný mín. Dýrsi Guði, Óskar Sigurðsson heiti ég og forstöðumaður í Færeyjum. Kem frá Vestmannaeyjum og kirkjan okkar heitir Kristi Gleyibó. Og ég vil bara þakka þér Árný fyrir að bjóða okkur hér í kvöld. Það stórkostlegt að fá að vera hluti af þessu og ég þakka Guði fyrir það framtak sem þú hefur tekið þér í fang. Drottinn blessi þig. Já, komið þið sæl. Ég heiti Snorri Bergsson og frá Akureyri og ég stend hérna fyrir hönd Hvítasunnu-kirkjunnar á Akureyri. Forstöðumaðurinn okkar Snorri Óskarsson, hann fer fyrir starfinu og við flytjum bara kveðjur yfir. Ég heiti Guðbjörg Elísa og stend hér fyrir hönd hans Sigurðar Ingimarssonar í Hjálpræðishernum. Hann syngur hérna eitt lag og fyrsta lagið en hann gat því mér ekki verið með í kvöld. Hann hérna að syngja á Jesus Christ Superstar. En hann sannur hermaður Drottins og hann myndi bara hvetja ykkur öll til að taka á móti Drottni, Jesú Kristi í hjarta ykkar og bara í krafti og máttar hans. Amen. Það næsta sem ég langar að gera, að við stöndum að þessu, standa allir upp. Snúið ykkur að, 2, 3, hilsiði og segiði, Jesú elskar ykkur. Vitið að þetta gott. Það gott að segja að Jesú, hann elskar mig. Alveg eins og ég á mann. Mér finnst líka gott þegar hann segir, Árný, ég elska þig. Svo sumir sem heyra þetta aldrei og kannski vita ekkert að Jesú elskar mann. Þessin mjög gott. Aðeins að brjóta upp og segja þetta. Háskandi framundan og bara yndislegt framundan. En nú ætlum við að fá fyrsta lagið sem heitir Ástumáttarinnar, er það ekki? Það var nefnilega verið að gera með grína mér, ég alltaf að mismæla mig hérna. Ég fekk að heyra þetta uppi á hann. Máttur ásta þinnar, betra að lesa það. Gjörðu svo vel. Siggi Ingimars, hann getur ekki sungið það en hann Ásgeir Páll ætlar að syngja það. Frábær, gjörðu svo vel. Hæ. Ég sagði hæ. Þetta var betra. Takk fyrir að fá að leysa meistara Sigurð af. Heiður að fá að vera með hérna í kvöld og innilega til hamingju með daginn, Árný. Guð bless ykkur öll. Hjarta á ný, andans kraft og náð sem ég finn þér hjá. Og Guð veit svo vel þeir veikleikar sem
hér, hverfa mun í þér. Fyrir mátt ástar þinna. Halt þér fast, ástinni þinn andi knýr mig hér, fyrir mátt ástar þinna. Skýra sýn mér gef, Guð ég þrá að fá, að sjá, þekkja kærleik þinn í mér. Helga hugminn hér, ég dagvert fylgi þér, ég lífi sér hver dag, fyrir mátt ástar þinna. Við lofum þig og haltu mér fast, ástinni þinn andi knýr mig hér, fyrir mátt ástar þinna. Halt mér fast, ástinni ver mig, og drag mig nær þér Herra. Þinn andi knýr mig hér, fyrir mátt ástar þinna. Ég svífa mun með þér, þinn andi knýr mig hér, fyrir mátt ástar þinna. Sæl, elsku Árný, til hamingju með daginn og bara takk fyrir að gera þennan disk. Hann yndislegur og takk fyrir að leyfa mér að vera með. Mér finnst það geggjað. Ég heiti Anna Sigga og ég ætla að fara að flytja fyrir ykkur lag sem heitir Nafni Jesús. Það náttúrulega eina nafnið sem við fáum frelsi fyrir og það nafni sem við sem erum kristin komum saman til þess að lofa. Þannig að þeir sem þekkja þetta, kannski margir sem þekkja þetta lag, mjög gamalt lag og ég bara man eftir bara þegar ég var pínulítil. Þannig að það mér eitthvað voðalega kært. Þess vegna valdi ég það þegar ég fekk að syngja á disknum og ég vona að þið njótið.
Yndislegt að vera hérna í kvöld, til hamingju Árný mín. Við Árný erum búin að vera vinkonur síðan við vorum, bara rétt rúmlega 30 Þannig það er komið yfir 30 ár. Forréttindi eiga þessi vinkonu. Alltaf verið uppörvend og yndisleg við mig. Takk fyrir að hafa trú á mér, syngja inn á diskiðinn. Lagið sem ég syng einmitt að lifa anda Guðs að fylla okkur vegna þess að við getum ekkert án heilags anda, við vitum það. Og þetta lag fjallar það að við megum finna og fyllast heilugum anda Guðs. Og ég minnist þess að þegar ég fór í stúdíó og söng þetta lag, þá var ég mjög hás og varla gat sungið og sagði við Árnóla, sonina, ég held ég get ekki sungið, ég held ég verði að fara til Reykjavík og bara syngið inn þar. Þetta var svona eini dagurinn sem haft var að syngið inn. Unni minn eigum bara að biðja fyrir þessu. Segir hann, auðvita, við gerum það. Og við báðum og Guð opnaði bara hálsinn. Amen. Guð hefur oft notað einmitt Árný akkurat svona. Þegar ég hef verið slæm í hálsinum þá hefur hún sagt, Unnur, þú veist það, Guð opnar fyrir röddina. Það er alltaf gerst. Þannig er Guð. Ég er svo heppin að hafa son minn þarna, Einar, og hann syngur bakrödd, og tengdadóttir, Evu Dögg. Og ég á líka fleiri á pallinum, Óla, strákinn minn hérna á píanóinu. Já, ég er rík kona. Fyrst og fremst eiga Jesú og allt yndislega fólkið mitt og öll þið, systkini mín. Amen. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag hvar sem hvern andardráttur. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin orð fá lýst, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hverja stund, við sér hvern andardrátt. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag hvar sem láttu regn þitt falla á mig, falla á mig.
Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Sér hver dag hvað sem láttu regn þitt falla á mig, falla á Já, komið þið sæl. Ég eins og hún sagði, Eva Dögg. Ég hérna með besta vini mínum og eiginmanni, Einari. Og við erum að gera það sem okkur finnst ásamlegast og það að lofa Guð saman. Og við ætlum að fá að syngja fyrir ykkur lag, Ég vil heldur fá Jesú. Og þetta lag okkur báðum virkilega kært. Þetta einlæg bæn okkar nú sem aldrei fyrr. Að Guð mig minna okkur á það að það bara hann. Sá sem lét lífi fyrir mig, hann sá eini sem þess verðið að lifa fyrir. Og gerðu þessu vel. Fá Jesú en heimsins Guð. Ég vil hjálpræðið eignast og gæðin hans full. Ég vil heldur fá Jesú allir og lönd. Ég vil heldur hann leiði mig særðar við hönd. Þótt ég ætti vald eða konungskrans, en af kvíða
Ég ætla ekki að fara að tala. Ekki bara tala í. Hilsugarallum í Jesú nafni. Árnóli ætlar að vera Tómas bróðir í kvöld. Sæll, gaman að kynast þér, Tómas. Amen. Benni sem byrjar.
fell fram í fyrir þér. Allt mitt líf ég legg í hendur þér, set allt mitt traust á þig, ég von á þig, ég gef þér allt mitt líf og ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús minn Þú ert minn Guð og ég an þér. Þú ert minn Guð og ég tilbið þig. Fram í fyrir þér, allt mitt líf ég legg í hendur þér, set allt mitt traust á þig, von á þig, ég gef þér allt mitt líf og ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús minn fell fram í fyrir þér, allt mitt líf ég legg í hendur þér, set allt mitt traust á þig, von á þig, ég gef þér allt mitt líf og ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús, já ég an þér, Jesús minn Guð. Komið í sælvinir. Við ætlum að syngja þetta lag sem pabbi setti fyrir mörgum árum saman. Raðaði saman textanum úr Davíðssálmi 3. Þú ert minn hlífiskjöldur. Þetta eru þarna 1 eða 2 vers úr þessum fallega sálmi við lag sem töluvert eldra. Og þetta eru börnin mín og konan mín. Ert minn hlífiskjöldur, þú ert sæng mín, lyftir höfði mínu hátt. Þú, ó
ert minn lífið skjöldur, þú ert sæl mín, lyftir höfði mínu hátt. Halleluja, 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 lyftir höfði mínu hátt. Þú, ó Guð, ert minn lífið skjöldur, þú ert sæl mín, lyftir höfði mínu hátt. Þú, ó Guð, ert minn lífið skjöldur, þú ert sæl mín, lyftir höfði mínu hátt. Halleluja, 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 lyftir höfði mínu hátt. Halleluja, 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 lyftir höfði mínu hátt. Halleluja, 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 lyftir höfði mínu hátt, lyftir höfði mínu Takk fyrir lýsinguna. Vá, var þetta ekki æðislegt? Þetta er bara geggjað, þvílíkt bara fólk. Og allir sem er búin að koma hérna fram, þetta er bara æði. Þetta er bara þvílíkt hvað þetta gleði hjarta mitt. Besta afmælisgjöfin. Þetta voru þessi lög sem við erum búin að spila. Þetta er alltaf nýja diskinum. Og áður en við gerum hlé, við ætlum að gera svona 10 mínútur korter. Og þá ætla ég að fá Unnur hérna af gamla diskinum. Ég finn frið. Hún ætlar að syngja eitt lag. Gjörðu svo vel, Unnur. Amen. Við ætlum að taka Ég finn frið og Eva og Einar ætlar að syngja með mér og endilega syngjum öll saman. Við finnum fyrir frið Guðs hér í kvöld, svo sannarlega. Amen. Og það eru örfáu diskar eftir af Ég finn frið disknum. Ef ykkur ekki búin að fá sér diskinn. Og svo þetta nýja diskinn. Þetta er búið að vera tónlistavisla hér í kvöld og yndislegt og ekki búið enn. Förum í smá hlé og spjallum saman. En nú ætlum við að syngja þetta saman. Það er einmitt þetta sem að sameinar okkur, það er friður Guðs og andi hans.
Ég finn frið geimkerinn í helgidóminn. Ég finn frið sem fyllir hug og hjartað mitt. Ég finn helgan anda fylla helgidóminn. Og ég veit að nú ég stend á helgum stað. Ég finn geimkerinn í helgidóminn. Ég finn frið sem fyllir hug og hjartað mitt. Ég finn helgan anda fylla helgidóminn. Og ég veit að nú ég stend á helgum stað. Lyftum helgum höndum upp í lofgjörð, helgum nafn þitt. Dýr sér þér og aldir alda, Jesús, drottinn Guð. Eldur heilags anda fari og fylli staðinn. Því þú býrð í lofgjörð lífs þíns á helgum stað. Það kemur smá sóló, strákar. Er ekki gott að fá sóló? Sko, Andi Guðs hefur snert Pétur. Lyftum helgum höndum upp í lofgjörð, helgum nafn þitt. Dýr sé þér aldir alda, Jesús, drottinn Guð. Eldur heilags anda fari og fylli staðinn. Því þú býrð í lofgjörð lífs þíns á helgum stað. Ég finn frið geimkerinn í helgidóminn. Ég finn frið sem fyllir hug og hjartað mitt.
stað. Lyftum helgum höndum upp í lofgjörð, helgum nafn þitt. Dýr sé þér aldir alda, Jesús, Drottinn Guð. Eldur heilags anda fari og fylli staðinn. Því þú býrð í lofgjörð lífs þíns á helgum stað. Því þú býrð í lofgjörð lífs þíns á helgum stað. Mér langar aðeins að segja að því vorum að syngja þetta lag. Ég man allt eftir því vorum að kvennamót upp í Kirkjuleikakoti að þegar Unnu var að syngja þetta lag þá bara fann maður svo rosa sterkt anda Guðs, hann svo féll yfir okkur og fólki bara allt í hennu bara upp á þurru og fór að gráta og skildi ekki af hverju. Það var bara því að andi Guðs var að snerta við fólki. Og það er einmitt þetta, svo gott þegar andi Guðs færi að vera með okkur og þá snertir hann og þá kemst hann inn í ræturnar sem að, já, hann vil vera. Mér finnst það svo yndislegt. En hérna, Signý ætlar að koma hérna aðeins upp og mér finnst svo frábært áðan hérna, rétt áðan, að það er svo mikið veikindi í gangi, þá svo frábært þegar fólk getur ekki og við viljum ekki sleppa þessu lögum, þetta er svo æðislega lög, að þá bara kemur næsti söngvari og syngur, bara 1, 2, 3. Það er bara Drotti bless ykkur. Við erum alltaf tilbúið þegar Jesú vill að við gerum eitthvað og bara eiga að hlaupa og gera það og það verður blessun fyrir því. Árni mín, til hamingju með daginn. Það er sagt að þeir sem eru 60 í dag, þeir lítið út eins og að vera 50. Þú sannar það. Yndislegt. En það er svona elska í loftinu, finnið þið það ekki? Love is in the air. En það er þegar við erum í þessari lofgjörð til Drottins að þá finnum við þessa yndislegu nærveru og hvað er betur en að vera og ganga inn í páskaháttíðana á svona kvöldi. Þetta er yndislegt og við ætlum að setja hérna myndir upp. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessum disk og þessum myndum sem að það er hérna í frontinum. Þetta er Skansin í Vestmannaeyjum og það er sagt að hérna, byrjum á þessari mynd, því að þetta er mynd sem að Birta Sól teiknaði sem er barnabarn Árnýjar, hún er aðeins 13 ára gömul. Stattu upp, gefum henni gott klapp. Því líkur listamaður. Þessi fallega mynd af Jesú er á disknum sjálfum og svo er það coverið, það er Skansin í Vestmannaeyjum og það er sagt að þessi eyja sé paradís á jörð og þetta er mjög tákgrann mynd, þetta er stigi og hérna sjáum við norðurljósin og þetta er eins og þessi stigi upp til himinsins og það er líka gott að minna okkur á að hraunið sem er meðfram stígnum og þannig er oft lífið að það er stundum hrufótt en leiðin okkar hún líkur til himins, ekki satt. Þetta er yndisleg mynd sem að Sigurbjörnsson tók og er að finna á þessum geisladisku og það eru fleiri myndir líka á disknum sjálfum. En það var frítt inn eins og þessuð en þið borgið á leiðin út. Það er eiginlega skylda er það ekki að kaupa svona disk. Ég er að vinna á Lindinni og ég segi já takk þegar kemur íslenskt tónlist. Ég fagna alltaf þegar kemur út íslenskt efni en til þess að það sé hægt að þá þurfum við að kaupa diskan, ekki satt. Og ég veit að þegar Árný gaf út fyrsta diskinn að það hugsaði með sér ef ég næ fyrir kostnaðinu þá ætlum ég að gefa út annan. Og ég veit að hún fór hús úr húsi til þess að ná upp í kostnaðinum á fyrir disknum. Þannig að ég bara vil hvetja ykkur til þess að kaupa svo hann haldi áfram.
Ég vil meira af þessu íslenska efni. Og það er svo stórkostlegt að ég var að sitja inn þennan disk á miðvikudagskvöldi upp á Lind. Og ég að sitja hann inn og við þurfum að svona klippa framan og aftan á hans og vinna þetta við sitjum upp inn í tölvuna. Og það er svo mikið forréttind að vinna svona kristilegu vinnustaf, maður getur lyfsir að gráta. Og þar sem ég var að hlusta á hana unni, og þá byrjaði bara tárin að streyma niður. Ég varð að leggja frá mig verkin bara að fá að lyfta upp höndum og lofa Drottin. Því smurning var yfir disknum að fá að sitja hann inn. Og hann er svo ljúfur eins og þið heyrir bara á þessum lögum sem að þið heyrðu núna. Er ekki gott einmitt að sleppa iPadnum og Facebook að maður fyrir að sofa og sitja svona disk á. Ganga þannig inn í svefnun og leyfa anda Drottins að snerta við sér. Og ég fundið það ekki þegar þið heyrðu þessu lög. Þetta er diskur sem er fylltur af anda Guðs og er yndislegt. Þessi diskur kostar aðeins 3.000 krónur. Fyrir diskurinn kostar 2.500 og það er aðeins 25 eintök eftir á honum. Og ég hveti ykkur til þess að standa upp núna, mingla við fólk og kaupa hennar yndislega disk. Og enn og aftur til hamingju með þetta.